Haraldur Ingi Haraldsson nýr bæjarlistamaður Akureyrar en Haraldur Ingi hefur verið nokkuð áberandi í listalífi bæjarins undanfarna áratugi. Við hittum Harald Inga á nýrri vinnustofu sinni. Haraldur Ingi, til hamingju með titilinn bæjarlistamaður. Þetta nokkuð svona stór titill, listamaður bæjarins. Já, þakka þér fyrir. Mér ekki afskaplega vænt þetta. Ég Akureyringur, borinn og barnfæddur og finnst vænt að vera koni í þennan hóp. Fylgja þessu einhverja kvaðir? Já, ábyggilega, en mestar kvaðir setja ég á mig sjálfur. Hvað setur þá sjálfan þig? Já, nú að vinna og þarna segja minna og vinna, en vissulega, ég hef ýmsar fyrir áætlanir. Ég ætla að náttúrulega mála og gera skúlptúra og sýna mikið. Það stór sýning framundan. Og ég hef haft mikinn áhuga á netinu og ætla að finna mér þar pláss. Netið svona staður þar sem maður getur verið allstaðar. Það rosalega áhugavert fyrir myndlistamann og ég ætla að reyna að búa mér svona til betri rými, ef við getum orðað það svo, til þess að sýna mína list á netinu. Ertu þá með einhverja sérstaka listi í huga sem þú ætlar að markaðsetja á netinu? Já, ég veit ekki hvort ég markaðset nú mikið, Ég lít nú að mig sem myndlistarmann, ekki viðskiptajöfur eða auglýsingamann. Ég hugsa fyrst og fremst myndlistana, læta aðra hitt, En ég hef mikinn áhuga á því að sýna, geta búið til sýningar á netinu og fært líka þrívíð form inni í netheima. Það það svona sem ég að pæla í, En þú hefur nú haldið nokkrar sýningarnar á Akureyri í gegnum tíðina. Já, ég haldið 37 sýningar í allt og af þeim 25 hérna heima. Þær eru allnokkrar? Já, þær eru allnokkrar og þarna. Og ég sé sjálfur sér alltaf að halda því áfram. Mér finnst bara ágætt að sýna hér, það þannig. Þú ert að koma þér fyrir í nýrri vinnustofu hérna í svokölluðu Linduhúsi á Akureyri. Já, verulega gaman að því, heppinn að fá þetta rúmgóða húsnæði og það líka, ég þarf líka að fá gott húsnæði til þess að vinna þessum hugmyndum og jafnvel þarf ég að leigja mér enn stærra húsnæði til þess að framkvæma hlutir sem í testinu seinna. Góð og rétt starfsaðstaða, hún skiptir listamannin miklu máli? Já, alveg svakalega, það ekki spurning. Þetta með hungur og berkla og vorspóð og kulda, það einhver romantík sem ég skil ekki, Svona yfir að listalífinu á Akureyri, hvað sýnist þér það? Ég er nú í mjög góður aðstöðu til þess að tjá mig það, Ég hef mikla yfirsýn. Ég náttúrulega var hér í árdaga og veit þróunina og hef komið að listasafninu að vinna þar og annað slíkt. Og framfæriðnar hafa verið alveg óskaplega skemmtilegar og miklar. Og hér mikill hópur af góðu fólki sem að vinna gott starf, það ekki spurning. Listagilið sjálft, breytti það miklu? Já, það alveg, það gjörbreytti hlutunum. Það verður að segja alveg svo Vissulega getum við gert mikið í að bæta það og annað slíkt en það algjör gimsteinn fyrir okkar eiga. Haraldur Ingi, myndirna hérna sem eru fyrir aftan okkur, þú ert ég greinilega eitthvað að spá í þorskhausinn. Já, ég búinn að vera að rannsaka þennan heim sem kalla Kothead síðan 2000 og skreiðar hjallarnir í Hrísey eru upphafið af þessu. En ég tengi þetta við okkar samfélag. Ég geri pólitíska list og síðasta sýning sem ég hét einmitt heimspeki rándýrsins sem ég tel vera græðgi, eigingirni og miskunnarleysi. Að vera algjör þorskhaus, það nú frekar neikvætt? Já, það frekar neikvætt. Íslendingar í bændasamfélaginu, þeir liðu á sauðkindinni og núna höfum við byggt þetta samfélag upp á þorskinum og okkar auð og það eitthvað í okkur að tala óvirðulega svoleiðis hluti. Ætlarðu að halda áfram að vinna með þorskhausinn? Já, það nóg efni. Það þarf nú ekki að líta nema lítið út í samfélagi í dag til þess að sjá það. Hvenær, ertu, á hvaða tíma sólarhrings ertu helst í þinni listsköpun? Já, venjulega, þá maður listamaður á kvöldin helgar, svo að vinna fyrir brauðinu. Og 8 tíma á dag, eða 10 stundum og það í sjálf sér allt í lagi, svoleiðis bara
tilveran og ef þetta gengur svona þokkalega hjá manni að borga mánaðarreikningana þá ég ánægður. Og kollurinn, hann fullur af hugmyndum? Já, aldeilis og þetta mikið tækifæri núna að fá þennan titil og það sem því fylgir og ég hlakka mikið til að nýta mér það.